A ver. Já. Þjónustutengingar sem við viljum vera með fyrir ytri aðila. Þannig að þeir sem að vilja ekki vinna í gáttinni eða þeir sem eru með sín eigin kerfi geta tengst okkur, geta sótt gögn, geta sent okkur gögn. Kerfið á að vera gríðarlega opið. Þannig við reynum að hafa það þannig að það geti sem bara flestir tengst okkur á auðveldum hætti og sent inn gögn. Eða unnið í okkar kerfi. Sem að sjálfsögðu möguleiki fyrir dreifiveitur og aðra aðeina líka. En þá fengum við okkar bara mjög. Svo stundum að skilja okkar með fleiri spurningar sem flóðs. Já. Takk fyrir þetta. Við erum hérna með Veigar og við tökum fyrirspurnir eftir framsöluna, þannig að bara hold your horses.
Ekki nema hitti bara á dælunum. Hvað skráin? Tæknin aðeins að skrifa hverjum. Ég get það bara á þessu öðru. Ég veit ekki þú Nei, ég er bara... Já, gert, takk. Sæl veriði, gaman að sjá svona góð mætingu. Ég heiti Brynja og er hérna leiðið þjónustu sem við hjá Veitum. Kynnum okkur. Ég er Rakel, deildarstjóri hjá þjónustu. Og Helgi, deildarstjóri rekstursrafinu. Já, komið sér, ég heiti Jón Trausti, ég starfa þá sem fólkauðmaður rafveitu vitna. Við hérna ætlum aðeins að fara bara hratt yfir svona tímalínu. Hvað búið að gerast síðan við hittumst hérna síðast. Eins og hérna við ræddum á síðasta fundi að þá náttúrulega fórum við ákveðnar breytingar og við svona erum búin að vera núna að innleiða þessar breytingar alveg bara á fullu okkar megin af því að það var bara ákveðin hlutir sem voru ekki komnir í farveg og ákveðin óánægja meðal félagsmanna og við bara skildum það mjög vel og hérna það sem í raun og veru er búið að eiga sér stað er að við erum búin að vera að vinna í bara innleiðingu á þetta er ótrúlega Kristján, það er ekki að streyma fundir. Jó, það er einhver að beint á mikrofónu. Þessi, mjút. Það er allir bara komið. Svona, þetta er komið. Já. Flott. Heyrðu, en allavega, já, þetta er miklu betra. Heyrðu, við hérna lögðum bara mikla áherslu á að bæta ferðan okkar og bæta afhendingartíma og bæta þjónustuna í tengslum við mælaþjónustu. Og við vorum í ákveðinni kerfisinnleiðingu sem er núna komin mjög langt og er nánast lokið. Þannig að það er í raun og veru það sem við erum búin að vera að setja allan fókus á og svo erum við líka með framtíðarsýn og markmið á þessu ári sem tengist því sem HMS voru að fara yfir núna rétt í þessu. Þannig að við ætlum aðeins að fara yfir það líka með ykkur. Ef við tökum hérna bara árangurinn sem að við höfum náð frá því síðast. Við erum með gríðarlegan fókus á að svara öllum erindum sem berast á fagaðilattveitu.is innan sólarhrings. Við leggjum mikið upp úr því að þetta náist. Eru undantekningar? Má vera. En í langflestum tilfellum erum við að ná þessu. Og ef beðið símtal þá hringjum við tilbaka. Svo er það þannig að stundum vantar eitthvað í umsóknina. Við fáum ekki þær upplýsingar sem við þurfum í þjónustubeiðnina. Og ef að þetta gerist, að þá erum við að hafna umsókn með athugasemdum varðandi hvað vantar upp á. Af því að það er mikilvægt að gera það strax og þetta sé ekki að tefja ferlið okkar megin. Eftir atvikum þá höfum við samband símleiðis ef það er bara eitthvað örlítið sem vantar upp á og fáum þau upplýsingar um það svo við getum keyrt beiðnina af stað.
Allar afgreiddar þjónustubeiðnir fara núna í stöðuna afgreitt hjá Rafveitu og þarna vorum við með uppsafnaða bunka áður og við erum búin að vinda ofan af því og leggjum mikið upp úr því að klára þetta og gera þetta hratt og örugglega. Og við höfum verið að mæla afgreiðslutímann okkar og tökum því alvarlega að ná honum niður á mælaþjónustunni hjá okkur. Og við tókum saman gögn og kerfin okkar og þetta sýnir ykkur þá næstu glæru. Og það sem að við náttúrulega höfum verið líka að setja fókus á frá því að við hittum síðast, að það er að auka samtalið við aðrar dreifiveitur. Að því að það er ekki samfélagslega hagkvæmt að dreifiveitur sem eru ekki eins og í samkeppni séu að breyta sínum ferlum eða koma með tillögu að breytingu á þjónustubeiðnum eða annað hver í sínu horni. Þannig að við erum búin að vera í góðu samtali við Rarik og erum að svona nýbyrjuð samtali við HS Veitur og höfum að sjálfsögðu verið að hitta HMS til þess að þetta geti við samræmt okkur þannig að þið sem eruð að sækja þessa þjónustu fáið sömu upplifun af því hvernig ferlið er. Þannig að það er það sem við höfum líka verið að gera frá því að við vorum hér síðast. Þetta er í raun og veru, við vorum náttúrulega alls ekki að góðum stað. Og það var náttúrulega bara umræðar með síðasta fundi. Þetta var bara langur biðtími, langur afhendingartími og það var ekki til fyrirmyndar. Og það var ekki það sem við viljum vera við. Við höfum verið að ná honum niður og þetta eru bara gögnur okkar kerfi núna. Við erum á meðaltali í kringum 5 daga núna með afgreiðslu á þessari þjónustu en það eru útlagar. Og við tökum þessum útlögum alvarlega, rýnum þá og lærum af þeim af því að við viljum ekki hafa neina útlega. Þannig að þetta er að sjálfsögðu koma upp tilfelli þar sem við náum þessu ekki en við bara erum með markmið að hafa stuttan afhendingartíma fyrir allar beiðnir sem berast okkur. Ég ætla að biðja Helga að fara aðeins yfir svona hvaða er við þjónustubeiðnina í dag sem er stundum að valda því að við þurfum að hafna og senda tilbaka eða hringja og fá upplýsingar og svoleiðis. Þannig að Helgi, vel. Já, komið sæl. Við hittum stjórn FLR daginn og þá tók ég þetta saman fyrir þann fund er að til að reyna að draga úr þeim beiðnum sem eru hafnað, þá er gott að hafa nokkur atriði í huga í þessari gátt. Og fyrsta glæran þetta er okkur þarna á fyrsta kaflanum neysluveita og það sem var aðeins að valda okkur vandræðum í vetu var leita af fasteigna, leita heimilslöginu. En ef þetta er eitthvað sérstakt, einhver út í móa eitthvað þá er ekkert mál að haka í neysluveita vinnstík og skrifa eins nákvæmt að þau getið hvað þetta er. Næsta. Já, þarna er rauninni mikilvægt að taka fram hver er orkukaupandinn, hver er að fara að borga afmælinu. Þarna er nefnilega skeiðir nokkuð sem við veitum að Garðabær kom þarna inn alltaf þegar fólk var að leggja vinnuhundar í nýtt Hverfisgötu. Þess vegna var ég að segja ykkur frá þannig fyrir ekki. Já, mikilvægt að sé bara nafn og kennitala og farsímanúmer og netfang frábært líka. Svo er það þessi þriðji kaflinn. Þarna er beinu rauninni hvað er verið að biðja um. Þið þekkið þetta ágætlega þarna. Orkuveita Reykjavíkur ætti að vera veitur en við látum það í nýjakerfið. En þarna er spurt rauninni hvað er að gera. Er heimildin óbreytt? Er hún breytt? Er hún ný? Er aðaltaflan ný? Er þetta óbreytt? Svo kemur þarna högin, þarna hvað er verið að biðja um. Spennisetningu, mælitæki, tengingu rafhita, þetta er náttúrulega gamaldags. En það er eins og neðsteraminna skýringar. Þar er mjög mikilvægt að reyna að koma því inn í 300 slög, eitthvað svoleiðis. Hvað svona eins nákvæmt að hægt er, svo að það þurfi ekki að stranda. Það til dæmis vera breytt töflu svo við getum ekki þryggjarfasa, taka niður einfasamæli og setja upp einn nýjan þryggjarfasamæli, hafa samband við og svo framvegis.
síðasta, sem er kannski mikilvægast, ég veit það ekki, það er efsti ramminn þarna sem heitir númer. Það á að setja inn númermæli sem rætt. En þessi rammi skilar sér því miður ekki til okkar, til Veitna, upp úr kerfi HMS. Og þetta HMS veit af þessu og þetta bara virkar ekki og þetta verður ekki lagað í núverandi kerfi. Þannig að ég ætlaði bara að biðja ykkur að þegar, eitt sem ég sagði síðast að hér flipi sem þetta nýjum mælir og þið getið sett í rauninni eins marga flipi og þið viljið. Stundum er bara eitt flipi og þegar fólk kannski biður að segja taka niður 3 mæli, setjum 3. En fliparnir eru til þess að vita, þarna ímyndadæmi, mælir númer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, einfasa, verður tekið niður. Svo ætla ég að biðja nýja mæli og ég veit ekki númer á honum. Þannig ætla bara nýjan, 3-mæli og skýringarnar nota þessa ramma því þetta einfaldar rosalega fyrir okkur að ýta málunum í gegn. Svo ramma í þessu að vinstra megin, eða þið vissuð ekki, þá eru leiðbeiningar hvern einasta flipa 1-4 og hvet ykkur þess að lesa það því að það voru nokkrir á fundinum sem hugsaðu það eru leiðbeiningar. En já, ég held að þetta sé komið á mér. Já. Þetta þetta svona minnis, þú getur sendt inn minnis svona athugasemd. Þetta það sem þið fáið frá Veitunni þegar beiðni svar. Og það mjög algengt að vanti mæla númerinn sem rætt. Þannig að það svolítið einhver að láta vita hvaðan mæla á að taka niður. Líka upp á því að stundum að biðja einhver að gera eitthvað fyrir einn mæli, ein íbúð, en þá þarf að liggja fyrir þegar beiðnin send áfram. Hvaða íbúð er að tala um? Ef að setja einn mæli á 20, það ekki nóg að segja bara að taka niður einn mæli. Þannig að þetta getur svona típist svar. Það vantar mælinúmer á mæli sem að taka niður. Þetta bara pröfa sem ég prófaði. Já, þannig að þetta komið mér. Já, og þetta náttúrulega bara, við vitum að við erum að fara í nýtt kerfi og það verið að rýna þá beiðnina í leiðinni. Þannig að það sé einhvern veginn erfiðara að gera mistök eða gleyma fylla eitthvað út sem alveg nauðsynlegt að fá inn og svo framvegis. Þannig að það hluti af því sem verið að rýna núna eru þjónustubeiðnirnar, að þetta verði í raun og veru bara auðveldara að fylla þetta rétt út með nauðsynlegum upplýsingum. En við viljum ekki náttúrulega svona sé að tefja ferlið. Við hjá Veitum erum að búa til svona umsóknarvef. Í dag svolítið erfitt að sjá hvar þú ert að sækja hvað hjá okkur þegar kemur til dæmis að heimlagna umsókn og svoleiðis. Þannig að við erum í raun og veru að einfalda viðmótið hvað varðar allar umsóknir hjá okkur. Og þetta bara vinna sem í gangi núna. Og mér langar bara svona í lokin að sýna svona dæmi hvernig ferill gæti litið út, en þetta bara í mótun hjá okkur. Og við erum ekki að gera þetta út í horni. Við erum og viljum gera þetta vel með HMS og við viljum gera þetta með öðrum dreifiveitum. En pælingin að ykkar upplifun sé svolítið bara að þetta sé smurt ferli og þið hafið ekki marga staði sem þið þurfið að fara á. Þannig að þetta sé svolítið svona einn staður og mjög aðgengilegar upplýsingar. Þannig að og þetta verði notendavænt, þannig að til dæmis ef þið fyllið út umsókn þá getið þið fengið skilaboð í símann ykkar að staðfesta umsóknina. Þið séuð rafverktakar á þessar umsókn. Eins að hægt sé að fylla út þjónustubeiðni og senda hann inn í gegnum sama hlekk í símanum. Við viljum líka slípa til að við komum á réttum tíma og við getum stillt okkur af þannig að þið séu á réttum tíma og við séum á réttum tíma í ferlinu. Til dæmis þarna þegar búið að staðfesta umsóknina að Veitur leggja þá strengin í hús og tengin í dreifirstöð eða götuskáp
Og þegar leið og strengur tengdur, þá fáið einhvers konar skilaboð. Nú komið að ykkur í ferlinu. Þannig að þetta verði svolítið svona skýrt hver á að gera hvað hvenær. Og svo þegar búið að setja rafmagnstöflu og gera allt klárt fyrir mæla og spennusetningu og þá þetta staðfest að þetta sé klárt. Og þá þetta setja mæla. Þú veist, þetta pælingin að þetta sé svona á einum stað, góður ferill og við erum hugsað út frá ykkur. Við erum ekki að hugsa hvað best fyrir okkur. Þannig að við viljum að þetta sé að virka vel fyrir ykkur og við munum núna erum að fara bráðum í notendaprófanir og þá vorum við að ræða við stjórnina að við viljum fá rafverktaka með að prófa þetta og þróa þetta með okkur. Og þetta á áætlun að klára að þróa þetta á þessu ári. Þetta bara sama tímalín og HMS með fyrir þjónustubeiðninnar. Þannig að þetta svona hugmyndin, bara þannig að þið vitum svona hvað við erum að sýsla með. Og við erum náttúrulega í nánu sambandi við hina dreifiveiturnar líka varðandi þetta. En þetta var svona það sem við vorum með í dag. Takk fyrir okkur. En ég þekki þennan hóp þá brjótaður einhverjum spurningar. Við erum að gefa merki og ég kem með mikrofóninn á til ykkar. Þið kynnið ykkur og berið svo upp spurninguna. Hver vil byrja? Daginn, takk fyrir að koma og með flotta framsögur. Ég heiti Pétur og ég formaður SART. Mér langar að spyrja þetta mér vantar að vita eins og við spurstum áður, það að fá upplýsingar stöðu mála. Hvernig getum við fylgst með því? Nú ég að hugsa svona til samræmis, svo þegar maður að fá sendingar með DHL á póstinum, þá þetta fylgjast með og rekja sendinguna. Upplýsingar koma jafnóðum inn, hvað þetta stað? Þetta að fá það svoleiðis rafrænt eða þarf maður að bíða eftir símtali eða einhver svoleiðis? Hvernig hafið þið hugsað þetta? Þetta viljum við náttúrulega hafa rafrænt. Og það bara algjörlega það sem við erum að hugsa inn í þetta ferli sem við erum að hanna núna. Að við viljum vera með forlögu upplýsingagjöf og hafa hana rafræna. Eins og staðan núna og með þau kerfi sem við erum að vinna með, þá það erfiðara. Þannig að það þá frekar tölvupóstur eða símtöl sem þá það sem þarf til að upplýsa okkar viðskiptavini. Hérna fyrir aftan sem að vera stendur í sögum hennar. Góðan daginn og takk fyrir frábæra framsetningar. Kristján Óli Guðmundsson heiti ég og rafvirkjameistari. Sem alveg verið hárblásarinn á ykkar starfsmenn, oftast, næstu alltaf. En þetta frábært, við fögnum þessu. Þetta lítur vel út, þetta í áttina. Sérstaklega því að Ólsvíkingur að horfa á þetta frá okkar sjónarhóli en ekki ykkar eigin naflakuski eins og síðast og þar áður. Þannig að ég skam ykkur nú eitthvað pínlítið. Já, það inni. Að því maður fær aldrei að tala við stjórn í þessar stofnum þegar það kemur að henni. En mín spurningar þessi sko. Nú erum við að horfa. Ég tala bara þannig að allir heyri. Ég get það alveg. Mín fyrirspurning þessi. Meðan að þetta í gangi og við erum að koma þessum kerfum í lag og laga þau þannig að þau verði notaðir, eigum við samt að þurfa að þola það þegar við biðjum einfaldar beiðnir vegna einhverjar heimtugar sem einhver sótti einhvern tímann og einhver annar rafvirki hafði sinnt áður, að þá verður okkur bent á að fara á mínar síður hjá Veitum til þess að fá einhverja þjónustu. Er það ennþá staðan meðan að þeir eru að smíða þetta nýja kerfi? Þetta ekki að setjast fyrir því svarið. Já, bara reyna að skilja spurningar, sko. Já. Þetta þannig að ef maður með óskar eftir þjónustu, ég tek bara raunverulegt dæmi, maður fjarlægja bráðabirgðalegli sem voru vegna krana, bara skápur í lóð,
Og vegna þeirra heimtugar sem ég hefði enga vitneskju að því einhver annar átt hana og þriðji hafði sótt hana, ég var bara óskast að verið tekinn straumur af þeim. Þá kom þetta svar, þú verður að fara inn á mínar síður, bara þar og óska eftir að þessari heimtugu verið breytt. Ég sagði bara nei, ég ætla ekki að gera það. Ég er þjónustubeiðni, hún liggur inni á ykkur, ef þið ætla ekki að svara henni, vinsamlegast sendið mér skeyti að ætla ekki að sinna þjónustubeiðni. Daginn eftir komu 2 stelpur frá Veitum til þess að gera fyrir mér allt sem ég vildi. Ég þurfti að kreista þetta út, þannig að mín spurning er þessi, er þetta ennþá staða? Þegar við óskum eftir einhverju sem ekki passar inn í systemið eins og það er í dag, þá fáum við svarið að við eigum að fara inn á mínar síður, sem er bara einn hitaveitumæli fyrir mig og konuna mína, kemur málinu bara ekkert við og veldur mjög miklum pirringi í rekstri hjá flestum fyrirtækjum. Það einstaklingurinn sem rafvirkjameistari fyrir að fara inn á mínar síður út af heimtögum sem þeir eru að láta breyta, fjarlæga og eða eitthvað. Já, ég skal reyna rafmyndin. Sko, þetta er sikkort hluturinn í dag, já. Annars þjónustubeiðni sem að löggiltir rafverkstæki að biðja mæli, spennisendingu, afspennisendingu. En hitt beiðin þjónustu hjá Veitum. Og það ennþá þannig, já, það þá fagaðilar, það veitur, eða mínas, ég veit ekki hvað sem mínas síður. Já, en svarið já, þetta ennþá svona. Því að ég held ég viti alveg sirka hvort að meina. Og þú ert að biðja afspennisendingu í rauninni, taka straumina af, fjarlægan mælinn, eftir það En það ekki sem sótt þessa heimtu uppbaka sem að væri það réttast að sá aðeili myndi sækjum og hún fjarlæg. Þannig horfðum mér. Þannig að svo það fá nýtt system sem vonandi fljótlega, þá held ég að þetta geti orðið það saman. Aftur. En af hverju takið ekki mark á þjónustu? Af hverju þurfum við endilega að segja að við sömdum system sem þannig að við getum ekki brugðist við þessari þjónustu? Af hverju getið ekki bara hort á þjónustubeiðinu og sagt að biðja þjónustu, hún svo að taka rafmagnið af, þurfum að taka rafmagnið af. Af hverju búið þið til einhverjar hindranir sem ekki raunverulegar í þessum heimi og þetta fólk sem stóttum þessa heimtu og þessi maður sem að setti mælirinn og allt það, þeir eru löngu farnir, þeir eru bara ekki til í tímalínu. Af hverju getið þið ekki átt bara einhvern sveigjanleika, sko, við sem erum gamlastir hérna, sko, við gátum alltaf bara hringt í Gísla, sko. Við erum mjög pirraðir. Ég átti líka samskipti í Gísla, þannig að þú ert ekki svo gamall. Samt, sko, spurningi stend, ég hef ekki tekist á við þetta á meðan þeir eru að smíða þetta frábæra síst. Þetta er komið að framfæri í dæmis og ég trúi geðurinn að það verði í nýju kerfi og tekið þetta. Ég tók eftir því að við lögðum mikla áherslu á það að við myndum skrifa niður mælanúmerin á beiðnina þarna hjá okkur. Hvernig nálgust við, segi ég sé bara með blokk, ég þarf að nálgast mælanúmerin og þetta myndi vera auðveldara fyrir okkur að sjá það að við getum bara farið inn á netið og náð í það til þess að þurfa ekki að vera að hringja ykkur og biðja ykkur að senda það til okkar. Það er bara spurning það og til þess að auðvelda ferli fyrir okkur og þá erum við líka komið með það að setja þessi númer á skýrsluna. Og spurning, þannig að í nýju kerfi, það sem að, eins og HMS rættum á þann að þá tengja kerfi saman við fasteignarskrá og fleiri og við sjáum fyrir hvað þannig að rafverktæki sem er sannarlega búin að taka sér verkefni og staðfesta það rafrænt að hann geti tekið heimilisfangið og séð mælana og mælinúmerið. En við erum bara ekki komin á það. Þess vegna ég raunin bara að benda ykkur á að því meiri upplýsingar og því vandaði þjónustubeiðni þá fer þetta hraðar í gegn og þá erum við að horfa á þessar fyndar. Þannig að þess það var bara tóknir en ég sé alveg svo, það er 100% af hverju get ég ekki frétt upp heimilisfangið, séð 5 mælana, borgað þeim og sagt og bara klikka á hann. Þessi mælina fara niður, við ætlum að þryggja þessi staði. Búið. Þannig að það er bara mjög ábyrging og við vitum þessu. Í dag er rauninni rafverktæki að fara rauninni í aðtöfluna, finna rétta mælinn, skrifa númerið til að setja í þjónustubeiðni. Það virkar ferðir og allt í síðan.
ef maður fer í þetta, þá er maður verið að hringja upp þetta til eitthvað, biðja einhverjum að senda þetta til mín áður en fer á staðinn til þess að vera öruggur hvaða mælir ég á að taka niður. Já, það er einlega líka. Það er bara, Það er miklu betur ef ég get farið og sótt þetta bara. Mér finnst þetta bara einu vitið. Þú er satt miklu fljóttir að keyra bara og sjá það. Ekki á ekki heldur. Ég held að verið flækja að þeim bara mælum við á. Já. Orðið laus. Það er það. Góðan daginn, Valtýr ég og deildarstjóri mæla umsýslu Hófsveitna. Þakka fyrir góða framsögn hennar og alltaf beina spurningu til HMS. Við tókum náttúrulega þátt í þarfagreininguna þar og bara líst vel á það sem að þetta er að gerast hjá okkur. Mér langar að spyrja út í eitt af því sem að snýr að rafvirkjaranum og kom inn fyrir nokkrum árum, það er unni val á orkukaupanda. Hvaðan er þetta að kaupa orkuna? Í dag er þetta atriði að tefja okkar vinnu innan hos okkur gríðarlega mikið. Bæði út af því að viðskiptavinurinn hann fyrsta lagi skilur ekki nákvæmlega grunninn og það sem hann. Rafvirkjaranir eru að leiðbeina í þessu og svoleiðis. Og svo þarf að sækja þetta að fara inn á síður hjá Straumleit og Sorguveitum eða hvað það er, haka inn og græja og gera. Þar birtist þetta hjá Netorku og þetta er svona farvegurinn og leiðin eins og þetta er í dag. Þetta til viðbótar þessar tímalínur sem koma hjá Veitum, tefur okkur nokkra daga. Nema þetta gerist 1, 2 og 3 og við fáum einhverja flýtimeðferð. Hvernig takið þið, hvar er þetta statt í ferli hjá Hófsveitum? Nei, hjá HMS segi ég. Eru þið að taka þetta inn í þann feril þannig að þetta vinna þetta fyrirfram eða er þetta þannig innan hús í kerfinu ykkar? Það er gott að svara spurning með spurningu en ekki þá tala þegar að neytandinn er að velja sér okkar sölu aðila. Eða, þetta var það. Ég held að við kannski að tala þegar að rafvirkjinn þarf að slá hver er að þjónusta, hver mun borga fyrir þjónustuna. Orkusöluaðili. Þetta er bara allt inn í greiningunni okkar og við munum klárlega að gera allt sem okkar aldrei stendur til að auðvelda þetta og gera þess að vinna bara mun hraðari fyrir ykkur. Og mögulega mun ég bara heyra í þér og fá neitt álit, hvernig við getum gert það betur. En bara taka fyrir spurninguna. Má ég skjóta aðeins inn í það? Já. Hvar kemur þessi eigandi Veitunnar að því að velja orkufyrirtæki? Þetta er nú yfirleitt á þjónustubeiðninni og það er yfirleitt rafvirkjakarnir sem að velja það. Og stundum spyrja viðskiptavinur og stundum ekki. Hvar kemur raunverulegur greiðandi að þessu? Þetta er einleika spurningu sem er líka á netinu, það sem er verið að tala orkusalan í raun og veru og það getur flækt allt kerfið og valdið þá mögulega töfum. Í kerfinu í dag er það þannig að það er rafvirkjar skikkað til þess að setja inn einhver tengili sem er þá sjálfkrafa kemur eigandi húsnæðisins sem hafa getað smelta í kak og þá geta við sett inn aðrar upplýsingar. Við vorum beðnir á einhverjum tímapunkti að setja þetta inn til þess að dreifiveiturnar gætu haft samband við næsta kontakt. Fengið staðfest þegar verið að skrá til dæmis nýjar veitur, mælirinn er skráður á einhvern einstakling þannig að þegar raforkusalan byrjaði þá væri einhver einstaklingsskráð fyrir þess að þá vantaði að fá símanúmer og e-mail og þess aftar. Þannig að þetta kemur svona þannig séð úr eyðublaði frá Samorku sem var, mann ekki hvernig það var búið til, það var einhver síðan. Alltaf gáttin er bara rafræn útgáfa því eyðublaði.
Þannig að ef við byrjum að breyta þá að sjálfsögðu breytum við. Þetta á setta lagna sín tíma þá var til þess að gera bara rafræna útgáfu af þessu gamla eyðublaði sem allir að prenta út og skila og reyna að lesa handskrift. Þannig að allar ábendingar verið teknar og við tökum það inn bara ef við beðum að breyta þessu eins og það sé komið bara strax inn í okkur orkusöluaðila þá bara bregðumst við því. Það eins og þess vegna eins og ég útskýrði áðan að kerfi á að vera eins sveigjanlegt og hægt bara að bregðast við ábendingum, athugasemdum og bara nýrri tækni og nýrri breytingu á lögum og reglugerðum öllu því baka. En það er líka hjá göflurum. Það varðandi þessa við þurfum að slá inn símanúmer og netfangi. Þetta tefur oft okkar vinnu og tala ekki með að það að biðja marga mæla, þá verður þetta mjög ómarkvisst. Það ekki hægt að sleppa þessu bara okkar megin og sá sem að sækir heimtaugina, hann verði sjálfkrafa settur hann inn í kerfinu hjá stofnuninni, heldur en að við séum að eltast við einhver símanúmer og netföng. Já, mér finnst þetta bara hefja okkar vinnu óþarflega mikið og mjög auðvelt að þetta kom bara fram einhver að sækja heimtægin og vanalega það greiðandi. Það verði frekar notað heldur en það sem við notum. Ég veit að allir þessi innstáttur kallar á mögulega skekkjur. Og tala ekki ef við erum að sækja marga mæla í stóritöflu og þá bara eins og þið vilja hafa þetta tilkynning þjónustubeiðni með íbúðanúmerum í skýringum en bara ein þjónustubeiðni fyrir allt húsið, alla töfluna og þá býst mér þetta að verða ennþá markvissara að það sé einhver einn aðili sem að fara að hafa samband við fyrir alla mælana hver að borga af Þannig að ég myndi vilja sjá þessar 2 línur burt úr 9 gáttiri. Góðan daginn, ég markstjóri viðskiptaþjónustu hjá Rarik. Ég fagna þessu samtali og við erum að ræða þetta. Mér langar að koma inn að með rafmagnssöluna. Ég er sammála, þetta kemur ykkur ekkert við fyrir greiðandi fyrir rafmagnið. Þetta er svona óþarfi. Við gerum breytingu á Rarik. Við settum þetta í umsóknarformið sem að sækjum. Hann tilgreinir hversu marga mæla hann ætlar að setja upp og segir hver greiðandi. Það eru margir mælar, þá er bara sami, eða verktakafyrirtæki, þá bara sami greiðandi. Við það stofnum við, þá kenndir mælistæðar og fyrir út á markaðinn og þá getur við að flýta fyrir að það sé búið að velja raforkusala. Það er hindrun í þessu ferðalagi og við erum að stytta þetta bil. Ég legg til að við tökum út úr þjónustumennini af því þetta á ekki við þennan hóp. Þetta er annars staðar, setjum við umsóknina. Takk fyrir. Egil var búinn að segja mér að þau frá Rarik sem þurfa að fara fyrr á fundi, þannig að last chance einhverja spurningar til Rarik áður en þeir fara úr húsi, þá er þetta tækifærið. Allt klárt. En Egil, áður ferð þá er beina til þín og HS Veitna. Samtal á milli ykkar dreifiveitnanna að kerfin verði með sambærilega beiðnir. Þannig að þetta er einsleitt kerfi þegar að menn fara inn hjá mismunandi dreifiveitum. Er það eitthvað sem þið eru að horfa til? Já, ég held að við þurfum að gera það. Við erum þjónustufyrirtæki, dreifiveitur eru þjónustufyrirtæki og við þurfum bara að hafa eitthvað svoleiðis. Þið erum þjónustufyrirtæki og við erum sem sagt að vinna saman að þjónustuviðskiptum. Við þurfum að finna bestu og einföldustu lausnina að þessu og til að gera það þurfum að vinna saman. Gott dæmi hérna frá höfuðborgarsvæðinu, þeir eru að tala um 3 dreifiveitur. Ölfusinni, þeir eru að tala um mig, sunnan Læk í Garðabæ, Hálsveitur, annars tala um Veitur. Við getum ekki mismunandi ferli fyrir hvað það er. Við getum ekki að gera þetta íþyngið, þannig að ég held að við þurfum að hafa virkt samtal, dreifiveitur, HMS og þið. Og við byrjum, og við þurfum að halda áfram.
Ég tek bara undir það sem Egill segir, bara við erum ein veitan af þessu höfuðborgarsvæði hérna og við erum tilbúin að samræma okkar og gera þetta eins vel og hægt er. Takk fyrir. Bara að síga á seinni hlutan, hér komin Kristján Óli. Einu svona enn, það til HMS. Það vegna íðunar á nýri gátt og lagfæringa á henni. Það var komið nær. Halló. Það eitthvað lagi fyrir helgi. Þeir eru minna það. Já. Það fyrirspurn / ábending. Nú ég að tilkynna heilu blokkirnar alltaf og ég fæ alltaf bara eitt heimilisók. Svo ég með 70 atriði á þessu heimilisóki sem eru 70 íbúðir og svo ég með samegnir og töflur og eitthvað yfir. Þannig að ég með 75 en ég með 70 íbúðir í blokk. Getið þið vinsamlega stjarkaði þannig að ég geti sótt skýrsluna fyrir íbúð 104 og 302 á þess að þurfa að róta í gegnum þær allar. Getið þið tryggt það? Skrifa heimilisfólki og verið strax íbúð. Já, sko, bara það sé hægt að leita í listanum í gáttinni, sko. Allar að leipa okkur þá ég geta vélritað í listan, númerið. Þetta fyrir HMS. Takk fyrir þetta. Jú, svo sannarlega munum við gera það. Það verður hægt í nýri gátt. Já, kannski. Nei, við gerum þetta. Kannski hafi einhver eitthvað tekið eftir því að HMS sendir frá sér vegvísi að nýrri byggingar í sambandi mannvirkjagerð. Þar var horft sérstaklega til þess að rafmagnsöryggisgáttin hafi virkað og skilað þeim upplýsingum sem að ætlast til að fæmist að hluta til og mannvirkjaskrá kemur að byggja þessari hugmyndafræði sem rafmagnsöryggisgáttin stendur fyrir, þannig að eitthvað erum við að gera gott hérna. En við höfum tíma fyrir kannski 1 til 2 spurningar viðbót. Er einhver sem að brennur fyrir því að koma einhverju framfæri eða fá svör við einhverju sem að liggur þungt á hjarta? Ef ekki, þá ætla ég að gefa formanni Saltinn orðið að hann slítur fundi. Takk fyrir. Ég ætla að bera að þakka ykkur öllum sem höfðu framsögu hérna og svöruðu spurningum mjög vel kærlega fyrir kominu og bregðast svona vel við og koma og hitta okkur hérna. Og ykkur kæru fundamönnum að ég þakka líka fyrir kominu og þið sýnið hérna frábæra mætingu. Þið hafið mikið áhuga á þessu málefni, það alveg augljóst og hérna við ætlum að miðla öllum upplýsingum sem getur komið til okkar áfram og hérna halda þessu góða starfi áfram sem að við erum að koma í gegn núna. Þannig að ég held að þetta samtal okkar þannig að við veitur HMS hafi bara tekist gríðarlega vel og hérna við ætlum bara að halda þessu áfram. Takk kærlega fyrir.